Ég les frá Mattheusar Guðspjallinu 28. kaplan. En lærisveinarnir 11 fóru til Galileu, til fjallsins sem Jesus hafði stefnt þeim til. Þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu. En sumir voru í vafa. Og Jesus kom til þeirra, talaði við þá og sagði: Allt vald mér gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið allar þjóðir að lærisveinum. Skýrið þá í nafni Föður og Sonar og Heilags Anda. Og kennið þeim að halda allt það sem ég hef boðið yður. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Heimurinn som við lífum í dag allt annar en sá heimur sem postulunum var boðið að bera fagnaðarerindi. Heimurinn sem þá var þekktur hafði ekki fengið neina vitnesku fagnaðarerindið. Lærisveinarnir gátu ekki notfært sér aðferðir sem áður höfðu verið notaðar og höfðu reynst vel í því að ná til fólks með boðskapin. Vandamál okkar nú á dögum á allt öðrum toga en þau vandamál sem lærisveinarnir stóðu andspænis. Við vitum vel að þær áttu við erfiðleika að stríða, en þeir áttu trúartraust sem gerði þá færa að taka á sér hlutverki sem Jesus gaf þeim með ákafa og án hliðstæðu. Þetta var bæði ábyrgð þeirra og forréttindi þeirra. Í huga þeirra var engin óvissa varðandi verkefni sem frelsarinn hafði gefið þeim að fara til endimarka jarðarinnar. 10 dögum eftir himnaför Jesu höfðu 3000 manns veitt gleðiboðskapnum viðtöku. Ólíkt okkur sáu þeir tækifærin þrátt fyrir erfiðleikana og þeir gáfust ekki upp. Andi spádómsins segir okkur að þeir hættu við allan ágreining og ósamlyndi. Löngunin að vera mestur hvarf og þeir sameinuðust í kristna samfélaginu. Þeir nálguðust Guð meir og meir og uppgötvuðu þá forréttindin sem þeir höfðu notið að vera með Kristi. Og ég les áfram. Þessi dagar voru nýttir til sjálfsrannsóknar. Lærisveinarnir fundu til andlegra neyðar sinnar og sárbændu Drottinn heilaga vígslu sem myndi gera þá hæfa til hlutverksins, björgun sálna. Við erum sérfræðingar í smámunum. Kristnir söfnuðir virðast eiga bágt með að skilja mikilvæga þess að gefa sig Guði í vald. Við lásum í sambandi við uppstigningu Jesu að sumir voru í vafa. Hið sama gerist enn þann dag í dag. Sumir efast. Það virðist ríkja óreiða varðandi skilningin á raunverulega hlutverki kirkjunnar. Á að líta á kirkjuna sem farveg fyrir fagnaðarerindi til mannkynsins. Það virðist vera mjög erfitt að fylla kirkjunnar
en fangelsin eru þróðfull. Við höfum notið meiri fræðslu en aðrar kynslóðir en siðferðinu fer hnignandi. Hvað farið úrskeiðis? Hvers vegna eru kringumstæðunar fyrir útbreiðslu kristninnar óhagstæðar? Hvað farið úrskeiðis varðandi boðum kristninnar? Hægt að svara þessu spurningum. Einu sinni héldum við að við myndum vera hluti af hreyfingu sem hvorki mótbýr né hnignun gæti stöðvað. Í stað þess að predika framgang, eigum við að predika syndafyrirgefningu. Við ætlum ekki að tala svo mikið siðbót eller umbót, frekar endurlausn. Við ætlum að tala minna menningu og meira frelsun. Aðeins minna fjármál og meira fagnaðarbóðskapinn. Erum við vön þeirri hugsun að við notum heilagan anda í stað þess að það heilagur andi sem á að nota okkur. Ef það væri svo að við ættum að nota heilagan anda, myndum við þá vita til hvers ættu að nota hann. Í allri sérhyggju okkar gleymum við stóra fyrirheitinu í trúboðs fyrirmælinu. Sjá, ég með yður alla daga, allt til enda veraldar. Í hverju ætlar Jesus að vera með okkur? Að útvega okkur áhrifastöðu í þjóðfélaginu, að boða vinsælan boðskap, að vekja áhyggli á eigin kostum, að þóknast okkur sjálfum. Ekkert af þessu. Farið, kennið, skýrið, ættum við að ganga okkar eigin leiðir. Ættum við að predika okkar eigin kenningar? Nei. Farið þangað sem ég sendi ykkur. Kennið þeim að halda það sem ég hef boðið ykkur. Gleymi engu, bæti engu við. Þetta voru fyrirmæli Jesu. En þér munu öðlast kraft, heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerúsalem, í allri Júdíu, í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Starfsviði þeirra voru engin mörk sett. Þeir áttu ekki að treysta eigin getu. Kraftur Guðs mundi fylgja þeim. Engin orkukreppa mundi stoppa þá. Kraftur heilags anda mundi bera gegnum alla erfiðleika. Mótstaða mundi ekki stoppa þá. Hvar þessi kraftur nú á dögum? Án mín getið þér alls ekkert gert, sagði Jesús. Ég vínviðurinn, þér eruð greinarnar. Sá ber mikinn ávöxt sem í mér og ég í honum, en án mín
getið þér alls ekkert gert. Hverjum sem ekki í mér verður varpað út eins og greinunum og hann visnar. Þeim safnað saman og varpað á eld og brennt. Við annarkvort frjótsamar greinar eða visnir kvistar. Förum við okkar eigin leiðir. Orðin aðskilnaður milli okkar og Krist úr því að boðskapurinn hefur mist þann slagkraft eða áhrifamátt sem hann hafði á dögum apostolana. Getur verið að við höfum glemt því sem Jesus lofaði, því að hann myndi vera með okkur undir öllum kringumstæðum þegar við erum á hans vegum og predikum það sem hann bauð okkur. Vantar okkur hrifninguna sem einkenndi lærisveinana. Ég hef heyrt sagt eftirfarandi: þegar glóð kemur í hina heilögu Guðs, munu syndararnir sjá þá alelda. Postulanir urðu eldheitir. Þær töluðu hinn upprisna frelsara á mikilli sannfæringu. Það töluðu vonuna sem var tengd upprísu hans. Á okkar dögun efast margir þessu upprísu. Í boðum postulana hefur upprísa Jesu síendurtekið og ábyrjandi hlutverk. Þeir leituðust ekki við að tala til fólksins það sem kittlar eyrum. Þeir töluðu nauðsyn þess að kjósa Krist sem frelsara. Þeir leyfðu ekki áheyrendunum að efast. Þegar Pétur lauk ræðu sinni á Hvítasunnu í Jerúsalem var sem stungi væri í hjörtu áheyrendana, og ég les: menn heyrðu þetta var sem stungi væri í hjörtu þeirra, og það sögdu við Pétur og hina apostolana: hvað eigum við að gera, bræður? Pétur sagði við þá: takið sinnaskiptum og látið skýrast í nafni Jesú Krist, svo að þið öðlist fyrirgefningu syndanna og gjöf heilags anda. Boðskapurinn var skýr og ótvíræður. Þörf á skýrum og greinilegum boðskap til að vekja sofandi kristni til lífs. Boðskap fyrirgefningu synda fyrir trú á fríþæginga dauða Jesú Krists. Sektarkennd þjáir marga. Fólk veit ekki hvert það á að snúa sér með þessa sektarkennd. Margir álíta kristnina gamaldags og úrelda. Það óviðeigandi að minnast á síðferði. Langir biðlistar eru hjá sálfræðingum og geðlæknum, því margir þurfa að fá úrlausn vandamála sinna. Hugtakið synd má helst ekki nefna, en allir vilja vita hver orsök hugarástands þeirra.
heyrum hvað Jesus segir þeim. Komið til mín, öll hér sem erfiðið og þunga eru hlaðin, og ég mun veita yður hvíld. Takja á yður mitt ok og læri af mér, því að ég hógvær og af hjarta lítillátur, og þá munu þér finna hvíld sálum níðar. Því að mitt ok ljúft og byrði mín létt. Það til lítil saga sem segir að yfir vestafnum her Jesus var að vinna með pappa sínum í Nasaret. Það var skjöldi, og á þessum skjöldi stóð: hér gerast ok sem passa. Biblían bendir okkur á þá hjálp sem við öll án undantekningar þörfnust. Við lesum í Hebreerabréfinu, 12. kafla: fyrst við erum umkringd slíkum fjölda votta, léttum þá af okkur allri byrði og viðloðandi synd, og þreytum þolgóð það skeið sem við eigum fram undan. Beinum sjónum okkar til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Hann leið með þolinmæði á krossi og mat smán einskis að því að hann vissi hvaða gleði beið hans, og hefur nú sest til hægri handar hástóli Guðs. Verði hann fyrir ykkur sem þola hefur slíkan fjandskap gegn sér af syndurunum, til þess að þið þreytist ekki og látið hugfallast. Úrlausn vandamál okkar felst í því að fela okkur drottni og að snúa syndinni baki. Ekki björgun í synd, en björgun frá synd. Guð þráir að við losnum við það sem þrælbindur okkur, syndina. Hann mun bæta að fullu fyrir það sem við látum frá okkur. Ef við bara gerðum okkur grein fyrir því að það syndin sem aðal vandamál okkar, þá myndi kraftur fagnaðar erindis lifna við meðal okkar. Eftirlætis orð Krist Hvað eftirlætis orð Krist? Hvað eftirlætis orð Krist? Ok. Fleiri uppástungur? Aha. Aha, já. Aha. Eftirlætis orð Krist ég las það áðan: komið. Í Jesaja 1. kaflanum: komið, við skulum eigast lög við, segir drottinn. Þó að syndir í þær séu sem skarlát, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að þær séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Páll meðan þeirra sem kom þegar hann herti kalli, og hann segir í Rómverjabréfunum 1. kaflanum: ég fyrirverð mig ekki fyrir fagnaðarerindið. Það kraftur Guðs sem frelsar hvern þann mann sem trúir. Gyðingin fyrst og aðra síðan. Réttlæti
Guðs åpenberast i því fyrir trú til trúar, eins og ritað hinn réttláti mun lífa fyrir trú. Það engin ástæða fyrir okkur að óttast. Eitt fyrirheit frelsarans þetta: vertu ekki hrædd, litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Daginn heyrði ég í útlensku sjónvarpi eftirfarandi íslensku fótboltstrákana okkar. Þeir leika án alls 8. Heyrðu þið það? Þeir leika án alls 8. Við getum trúað án 8. Hvað lífið ég fyrir? Hvað lífir þú fyrir? Lífum við fyrir trú. Amen. Góði Guð og okkar himnæki Faðir, takk fyrir ljósi frá þér. Hjálp okkur að láta ljósi skína. Við þráum að sjá þig í þínu ljósi sem þú lætur lýsa á okkur. Veit okkur það sem þú sérð að við þörfnumst mest. Bæn okkar í Jesú nafni. Amen.